Við strönd Íslands og í hafinu í kringum landið er að finna mjög fjölbreytt landslag og í þessu fjölbreytta landslagi skapast lífsskilyrði fyrir fjölbreytt líf og ólíkar lífverur. Þau svæði þar sem svipaðar aðstæður hafa skapast af náttúrunnar hendi fyrir lífverur köllum við búsvæði. En hver eru helstu búsvæði lífvera við strönd Íslands? Ísland rís upp úr miðju Norður-Atlantshafinu og allt í kringum okkur sjáum við fjölbreytta náttúru, fjöll og dali, gil og hraun. Kannski hafa einhverjir ímyndað sér að landið stingi sér beint upp úr sléttum hafsbotni að yfirborðið sjávar, en þannig er það nú ekki. Landslagið á botni sjávarins er mjög fjölbreytt. Þar er líka að finna fjöll og neðansjávar dali og gil. Það má segja að Ísland standi ekki beint ofan á botni Atlantshafsins, heldur stendur það á eins konar stalli á botni hafsins. Þessi stallur er mjög svipaður í laginu og útlínur landsins og teygir sig út fyrir ströndina. Fyrir ofan þennan stall er styttra til botns og sjórinn er grynnri. Við köllum þetta svæði í kringum landið landgrunn. Landgrunnið kringum Ísland er 50 til 200 metra djúpt og nær lengst út frá landinu utan við Vestfirði en er mjóast við Suðurland, austur Vestmannaeyja. Þetta svæði í hafinu er mjög mikilvægt því á því eru aðalhrygningar og uppeldisstöðvar helstu nytjafiska okkar og þar eru líka gjöfulustu fiskimiðin okkar. Frá landgrunninu eru brattar hlíðar niður í hafdjúpin. Í efsta lagi sjávarins, ofan við landgrunnið og reyndar þar fyrir utan líka er búsvæði sem við köllum uppsjó. Í uppsjó er að finna líf sem hefur litla tengingu við botn sjávarins. Í uppsjónum er að finna fjölbreytt líf, allt frá agnarsmáum svifþörungum til stærstu spendýra jarðarinnar, hvalana. Grunnsævi köllum við það búsvæði sem er að finna í sjónum næst landi. Þá er oft miðað við að dýptin sé ekki meira en 50 metrar. Á þessu svæði er að finna mjög mikið plöntu- og dýralíf og þar er að finna mikla þaraskóga. Það er framleiðni sjávarins mest og þessir þaraskógar veita seiðum margra nytjafiska skjól og öryggi meðan þau alast upp. Fjörurnar við Ísland eru mjög mismunandi og í þeim skapast mismunandi lífsskilyrði fyrir mismunandi lífverur. Klettafjörur, þar sem mikið stórgrýtu og steina, myndast helst þar sem stórar öldur skella með krafti á landinu og mynda það sem við köllum brim. Í þessum klettafjörum verða lífverur sem að geta fest sig við botn og steina mest áberandi. Í fjörum sem myndast þar sem að meira skjól er frá haföldunum, skjólsælum fjörum, verður undirlagið oft sendnara og leirkenndara. Þar er oft mjög fjölbreytt líf að finna og lífverurnar eru minna háðar því að geta fest sig við botn eða grjót. Það er líka ofta að finna fjölbreytt fuglalíf en vaðfuglar af ýmsum gerðum safnast þar saman í leit að æti. Já, helstu búsvæði lífvera í sjónum og við ströndina við Ísland eru landgrunn, uppsjór, grunnsævi, klettafjörur og skjólsælar fjörur og nú hefur þú smá hugmynd hvar þessu búsvæði er að finna.